Sigurður, nú hlaupið, 45 km hlaupið að hefjast, fyrsta af 3 í dag. Hvernig hefur undirbúningur gengið svona á þessu afmælisári, 10. afmælisári? Bara ótrúlega vel. Þetta er metfjöldi. Það eru rúmlega 200 manns sem taka þátt sem met. Það hefur nú aldrei verið mjög fjölmennt í þetta hlaup. Erfitt. Já. En þetta lítur rosalega vel út. Veðrið hefur batnað, veðurspáin var ekkert sérstaklega góð en nú er bara sól og logn hjá okkur. Þannig að það lofa góðu. Já. Ég taldist til að væri cirka 30 í maraþonið. Já. Það eru held ég 37 skráðir. Já. Sem met þáttaka líka. Já. Þannig að það verður gaman að sjá hvernig það þróast. Óvenjulegt hérna. Ég hjó eftir því að það er engin kona sem hleypur núna í dag. Já, það voru nokkra konuskráðar en þurftu að hætta vegna veikinda og annarra ástæðna. Já, maður sér svolítið að konurnar, þær virðast vera mjög hrifnar af utanvegarhlaupunum. Þannig að þetta væri svona kannski ágætis prófsteinn fyrir þær. Já, ég held að þetta sé bara fyrsta skipti sem við höfum ekki konur í maraþonið. Já. Þannig að það er synd. Já, en það væntanlega bæti upp með hlaupunum í dag. Það er náttúrulega þetta annað skiptið, það ekki steinninn? Jú, það er satt. Og það er vaxandi hlaup hjá okkur. Það er svolítið gaman að sjá tímana þar. Já. Konunnar Anna er mjög sterk og ætlar að taka þátt í ár líka. Hún vann í fyrra. En hún ætlar ekki bara að taka steinin heldur, ætlar að skella sér í 2 resur strax og eftir. Hún er gaman að fylgjast með henni þar. En þetta hlaup steinninn, það er í rauninu bara tíma að taka upp að steini? Jú. Bara klassís svona eins og margir þekkja það? Já, sko, við höfum slæma reynslu af niðurhlaupum hérna í Esjunni, því þetta er svolítið hættulegt fjall. Já. Og við þorum ekki að vera með upp- og niðurhlaup eina í Esju, því það verður of mikil samkeppni í lokin og hætta á slysum. Þannig að það er einfaldar að hafa þetta bara upp og líka þá það er svolítið gaman að sjá hvaða tíma þú hefur að steini. Það er það sem fólk vill vita. Já, það er gaman að taka þetta í keppni, það er svona öðruvísi. Já. En þið eru þá með þessar tvær ferðir fyrir þá sem vilja spreyta sig á fleiri en einni ferð. Nákvæmlega. Og það kannski er svona slaka minna aðeins á í niðurhlaupunum að því það eru 2 ferðir. Já. Það er líka, það er töluveri fjöldi þar að hlaupa. Já, það er metfjöldi. Ég held að það séu 150, ef ekki fleiri skráðir, eitthvað svoleiðis. Þannig að við þurfum svona aðeins að hugsa út í það og stækka markið og stækka hlaupaleiðin í byrjun. Já. Þannig að til þess að dreifa úr hópnum. Ég ræddi hérna við Þorlák áðan og við vorum að tala um svona vinsældir þessara utanvegarhlaupa og hvort að göturhlaupin væri eitthvað svona aðeins að væri minnka áhuginn á þeim. Hvað heldur þú? Já, ég er sammála því. Þegar ég byrjaði fyrir 10 árum síðan þá voru ekki margir í Esjunni að hlaupa. En að mínu mati þá fer þetta miklu betur með líkamann og þetta er skemmtilegra að vera í náttúrunni en að vera á götum. Það gefur manni meira. Nú ert þú sjálfur bara að æfa á fullu. Segðu okkur aðeins, og þú ert búinn að taka þátt náttúrulega í mjög mikla reynslu á erlendur hlaupum og hérna innanlands. Hvað er þetta að fara að taka fyrir hendur núna á næstunni? Já, það er Laugavegslaupið í 14. skiptið í röð, en svo fer ég í Mont Blanc hlaupið sem er í ágúst, UTMB. Eftir það þá er það Suður Afríka í nóvember, Cape Town í 100 km hlaup. Og svo er það ekki fyrir næsta ári, þá er það Nýja Sjálands, febrúar, í 100 mílur. Já, þannig að það er aldeilis áhugaverður og skemmtilegu pakki framöndan þér. Já. Takk fyrir þetta Sigurður, gangi ykkur vel í dag. Takk sömuleiðis.